Leikdagar eru ekkert mikið öðruvísi en aðrir dagar, en það er svona smá breyting. Ég náttúrulega bara hugleiði, fæ með minn græna smoothie, morgunmat, fer á liftingaræfingu, tek svona Michael Jordan stæl, en það er bara létt í rauninni, kannski mobility í 10 mínútur, rúlla mig í 10 mínútur og kannski lifta í svona 20 mínútur. Þá erum við bara að taka smá clean og hopp, virkja korið, taka upphífingar, jafnvel eitthvað smá á brjóstkassa, en bara eitthvað svona til að virkja líkamann. Síðan borða ég hádegismat eins og venjulega, getur verið gló eða annars myndi ég fá mér kannski quinoa og baunir eða sæta kartöflur og baunir eða eitthvað svoleiðis. Millimála borða ég bara eins og ég gerir venjulega, bara misjafnt, og eina kannski stóra breytingin er það að ég fæði mér chia-graut 3 tímum fyrir leik, og þá er þann chia-grautur með sem settur í möndlumjólk, og í honum kannski set ég kanil, banana eða einhvern annan ávöxt, döðlur, rúsínur kannski. Set ég líka kassjúsmjör í hann, í chia-grautin. Ég borða svona, og að borða chia-fræ er mjög gott fyrir átök. Þau gefa líkamanum góða orku og passa líkamanum þorna ekki upp. Og síðan náttúrulega fæ ég mér rauðrósafann líka 3 tímum fyrir leik. Þá fæ ég mér svona tæplega hálfan lítra af rauðrósafa. Það lætur sem sagt blóðflæði, lætur meira súrefni fara til vöðvana, og vöðvarnir þurfa minna súrefni til að vinna. Þannig að ég get performað á herra leveli í lengri tíma. Og síðan tek ég smá hugleiðslu líka áður en ég mæti að keppa, og þá er ég að hugleiða og tek svona sjómyndaþjálfun. En þar í rauninni er ég að ímynda mér allar mögulegar aðstæður sem gætu komið upp í leiknum. Ég reyni að ímynda mér allar umhverfisaðstæður, hvar leikurinn er, áhorfendur, hvernig mér vill líða fyrir leik, og síðan ímyndaði mér bara að ég er að vinna skallabolta, ég er að skora mark, ég er að eiga góðan varnarleik, ég er að góða sendingu, ég er að vinna náví og þar fram til göttunum, sko. Já, svona nokkurn veginn lítur út leikdagurinn hjá mér. Fór ekki detaila í þetta, en ég hefði sagt þú kannski aðeins meira frá af hverju ég geri þetta, en svona lítur þetta út. Annars vil ég bara segja takk kærlega fyrir að horfa, og endilega sendi á mig ef það er eitthvað, og alltaf gaman að fá mig komið. Þannig að takk fyrir mig.